Við ætlum að halda áfram að fara yfir þetta React dæmi aðeins hérna og fara svo aðeins yfir Next.js í dag. En fyrst kannski hérna það sem við skildum við þetta seinast er að það einhverjar ESLint villur sem við sjáum hérna. Við getum byrjað því að laga það. Courses not defined, línu 48, ég er líklegast með, hérna. Já, þetta er það sem við endum, ég er líklegast tjekkað inn hérna með þessu sem ég skildi eftir fyrir ykkur. Þannig að núna erum við með villur út af því að við erum í raun að keyra þetta á localhost hjá mér og það er ekki keyrandi net server. Þannig að það er það sem gerist. Þannig að þetta er alltaf svona tveir hluti sem við verðum að vera saman. Ef við erum með API-þjón, þá þurfum við síðan að vera með einhvern framenda og þeir þurfa að keyra. Og þetta er mjög oft sem þetta er gert svona. En eins og við munum sjá eftir með Next, þá er líka þetta að gera þetta þannig að Next keyri API-þjónin okkar fyrir þú svona minni hluti. En sjáum nánar það eftir. Þannig að það sem við höfum verið að gera er að keyra upp bara sýnilausnina á verkefni 3 hérna í öðru terminali eða öðrum hérna og keyra það á einhverju öðru porti. Þannig að ég keyra þetta núna á 4000 og ég fer svo hérna og ég reloada við ennþá einhverja villur. Þú séð hvað er í gangi hérna. Sjá. Ég reyna. Af hverju fæ ég ekki til að stækka þetta hérna? Í vill? Já, ok, það er hérna, tjók. Já, þannig að hérna erum við með einhverja villu hérna, það vantar í raun slash, þannig að sjá hver var eiginlega að forrita þetta. Þannig að við erum með þetta url hér og svo erum við að gera hérna url slug, já þetta er sama ég var að gera í lokin í sensatíma, að ég var að fabulur eitthvað. Þannig að núna eigum við að vera svona og með slassi. Þannig að við erum að fara að leggja saman hérna slug við þetta. Þannig að við fáum núna hagfræðideild og ef við förum á forsíðuna hérna og gerum svona, þá fáum við hérna deildirna fyrir neðan og svo deildirna fyrir ofan. Þetta eru bara þessir komponentur sem við vorum að vinna með. Sérstu þetta illa hérna? Þannig að það sem að við erum að gera hérna er núna að taka þessa slóð hér, við erum með hana hérna og við erum með hana hérna. Hvað sem við höfum verið að nota í vor make sense hér að gera? Já, akkurat. Þannig að þarna erum við að vinna með það að við erum að keyra þetta hérna núna locally. Þannig að núna allir með segja að ég breyti servernum og einhver hluta vegna vil ég keyra hann á einhverju öðru porti. Ég vil keyra hann á porti 5000. Þá hættir þetta að virka. Þá þarf ég að fara í hitt projektið og breyta í 5000 hérna og í 5000 hérna. Þetta er ekkert mjög handtækt. Og svo ætla ég að setja þetta einhvers staðar í hýsingu og þá er ég að hýsa API-þjónin minn á eitthvað render.com eða Heroku eða einhverju og þá þarf ég aftur að breyta því og á ég þá alltaf að þurfa að breyta þessu í kóða og þá vil ég ekki og þá kemur env inn sem leið til þess að sjá þetta. Og það virkar sett í Create React App og í Next.js að setja bara inn svona env-breyti sem við getum lesið upp. En það skiptast í tvo hluta. Env-breytur sem við höfum verið að nota hafa keyrt bara á servernum sem því þá er serverinn getur sótt þær og unnið með þær og er það bara server megin og klientinn fær aldrei að vita database urluð okkar með lykilorðinu og svona. En það sem við erum að gera hér út af því við erum að bara gera client-based applikasjón að þá mun allt sem við setjum í env fara yfir í böndulið og vera lesanlegt af þeim sem er að skoða vefinn okkar. Þannig að við getum ekki verið að setja einhver lykilorð
einhver lykilorð eða eitthvað svona secret keys eða eitthvað sem skiptir máli í env sem fer á framenda. Og til þess að koma í veg fyrir eða svona til þess að reyna að flagga því þá hérna tekið fram hérna do not store any secrets út af því að þetta hérna environment variables are embedded into the build og þá það þannig að þær verða að heita react app underscore eitthvað og þá koma þær í raun inn í process.env og við getum notað þær. Þannig við getum sagt hérna API url á að vera ákveðið og þá getum við sagt að urlið okkar verði svona. Og þá getum við tekið við getum tekið þetta en við ætlum svo að gera aðra breytingu líka. Og þá sjáum hérna að það þetta process.env en það þannig að í Vavra erum við ekki með process.env þar erum við með window ef við munum. Process það sem að Node.js nota til þess að búa til þennan global object þar sem við festum number, primitivið og flesum parsint og það allt en í browser það window þannig að nú þetta búið að injecta fyrir okkur einhverju process.env þannig að við getum bara nota þetta eins og við erum vön að nota þetta almennt þannig að þetta var bara svona til hægðarauka í staðinn fyrir að búa til eitthvað nýtt þá þetta bara möguleiki og það sem í raun gerist að þegar þetta bildað þá bara leitað að process.env eitthvað svona með einhverju regex líklegast og það bara tekið og það bara replaceað inn gildi sem við setjum inn þannig að við getum ekki verið að gera einhverju svona æfingar eins og að segja const url jafnt og process.env þetta mun ekki tryggara regexið eða það sem notað til þess að lesa út strengin þannig að þá gerum við svona og nú þurfum við að restarta sörnum og þá erum við hérna departments þannig að vonandi fáum við villu hérna kors ætti nú ekki að vera að valda okkur vandræðum sjá, förum bara hérna og slökkum á hvað kerum ok, 403 forbidden sem þá kors sjá, gerði ég eitthvað vitleysu þegar já, hann startaði ekki það eitthvað annað að keyra á porti 5000 sem ég man nú ekki hvað þetta vera en færum þetta bara aftur niður í 4000 og fylgjumst með og sjáum hann starta það oft gott að gera það þegar maður fer að gera eitthvað annað og breytum þá hérna bara í 4000 aftur og nú þetta bara eitt staði sem ég að breyta þannig núna þetta ekki, ég þarf ekki að fara eitthvað og aftur villur 5000 erum við ekki tökum þetta bara út hérna líka já, nú erum við að fá einhverja villu hérna doctype ok, þetta við erum að mjakast í rétt átt þá sjáum við hérna, við erum komið eitthvað undefined og API url þannig svo að þetta hérna sé að koma undefined þannig að eitthvað ég að gera vitlaust en þá getum við bara konsolloga hérna sjá hvað í gangi það bara undefined ok, sem að útskýrir af hverju þetta að klikka hjá okkur en process.env react app API url ok, kíkjum í react app process.env ok
Það er ekkert verið að minnast á nefnilega env-skrá. Ok, þetta á að virka hérna. Create a file called env. Setjum þetta svona. Þetta heitir rétt app fyrir framan þarna öðru. Það er akkurat. Svona er maður stundum blindur. Já, nei það er bara frábært. Ok. Þá virkar þetta. Yes. Þá var samt eitthvað bila hér. Þannig að svona fara. Ég líka, þú skilur þetta að það ekki á tveim stöðum. Jú. Ég held að sé sko hérna því að núna erum við með aftur þetta hérna sem sagt. Já. Departments hagfræðideild. Já. Og þetta er svona þetta er mjög klassískt út af því að við erum að horfa á eitthvað svona eitthvað base-url sem er þetta hér og svo erum við að gera þetta eitthvað svona þar sem við erum að manipulata einhvern veginn með að setja eitthvað fyrir framann. Það er yfirleitt best að horfa bara á base-urlið og geyma það en skipta síðan það sem við erum í raun að ráta inn á það. Og þá er þannig að við erum hérna að kalla eitthvað url hér en þá að hafa eitthvað hjálparfall sem við getum notað til þess að setja saman sem passa þá upp að það skiptir ekki máli hvort að þetta endi eða byrji á slassi, fáum ekki að vanti slass eða þessi 2 slöss, heldur að það bara skil okkur rétt formiðu urli. Og þá er það þannig að þú veist bara eitthvað generate API url og þá getum við bara kalla það eitthvað path hér og þá getum við sagt const url new url og þetta er bara það sem kemur úr þetta er bara staðlaðar objekt sem við getum notað til að búa til url og getum sagt path og svo base url og base urlið er þá þetta hérna þannig þá getum við frekar kannski kalla þetta base url og gert svona eða við getum jafnvel bara tekið þetta út í þetta er bara að replacea hvar sem er og fært að hingað inn og kalla þetta bara base url svona. Svo getum við gert bara return url og þá í staðinn hérna þegar við erum að fatsa þá getum við gert generate API url og það er þá bara departments. Það er að setja skástríkið inn einhvers staðar. Nei, það sér þá það hérna að búa til að taka base-urlið og pathið og setja það rétt saman. Þannig ef að pathið endar eða byrjar á slassi, þannig við getum bara sett hérna svona og þá fáum við þetta hér og þá sjáum við að við fáum rétta slóð hérna út frá þessu og ef við setjum slass fyrir framann þá fáum við aftur rétt hérna. Þannig að þá reyndar setur hún trailing-slassið út af því að það skiptir máli. Það getur skipt máli. Þetta hérna vísar í að þetta sé ekki skrá. Þetta er að fara í index.html en ef það er ekki, að ég að fara í skrá sem er án file ending sem heitir bara departments. En ok, þannig að þá er þetta komið og þetta leyfir okkur þá í raun að fara bara hingað og breyta þessu í slóðinu á API-serverinn okkar sem gæti verið keyrandi locally, gæti verið keyrandi einhvers staðar á einhverjum server og við getum skipt og prófað á milli mismunandi umhverfa. Megar þetta sens? Þá getum við bara tekið þetta fall hérna og utils, svona klassískt nafn. Svona. Gert svona. Og þá er þetta komið hérna og þá erum við ennþá með þessa villu í hinu þar sem við erum í raun að gera þetta vittlust út af því að við erum að blanda þeim vittlust saman og þá erum við með hérna url hér og þá getum við bara gert generate API url það verður við að halda í raun áfram þessum slögg hérna og þá er það bara departments
/slug. Hérna, þú veist, erum við að gera þetta, en þá sjáum við allavega hvað við erum að gera. Og við sjáum að við erum að setja slassið hérna og svo slugginn. Við erum ekki að gera þetta sem 2 og aðskildi strengir sem við erum síðan að blanda saman. Og þá erum við komið með þetta og núna erum við bara sama stað og við vorum. Nema við erum búin að refactora þetta þannig að við getum í raun breytt þessu í elskráin okkar og alltaf búið bara til consistently slóðið svona. Ok. Þannig að þá er þetta fyrir utan React Router sem er í námsefninu þó svo að það sé komin hérna upp í útgáfu 6 en þið getið séð bara í documentationinu þar sem er bara góð æfing í að lesa documentation hvernig á að gera þetta og svo þú veist, birtingin á villuskilabúðunum eins og við fórum aðeins yfir í seinustu þú veist, og er svona frekar lélegt hérna svona hraðsoðið saman af mér bara en þú veist, í praxís þú veist, er þetta sama það þarf bara að gera meiri vinnu í kringum til þess að láta vera næs með hvernig þau birtast ok, eitthvað fleira tengt þessu áður en við skiptum gír og skoðum Next.js alright